Ég vil svo nefna það að hér áðan átti ég fund með formönnum flokkanna hér á þingi það hvort við getum sammælst eitthvert ferli til þess að halda áfram að vinna að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. Ég mun núna seinni partinn í dag setja á veraldarvefinn það minnisblað sem ég kynnti þar fyrir formönnum flokkanna þar sem lýst því ferli sem ég hef lagt til og hef óskað eftir því við formennina að þeir komi og taki þátt í þeim leiðangri þó að við gefum okkur auðvitað ekkert niðurstöður þess máls. Þar lagt til að við setjum okkur áætlun fyrir þetta kjörtímabil og hið næsta að ljúka þessari heildarendurskoðun. Byrjum á þeim málum sem kannski hvað lengst hafa verið komin og vil sérstaklega nefna þau mál sem voru hér undir í þjóðaratkvæðagreiðslu einstök atriði ásamt tillögum stjórnlagaráðs 2012 en líka fleiri mál sem við setjum á dagskrá. Ég mun eins og ég segi setja þetta á heimasíðu forsætisráðuneytisins núna seinni partinn og ég vonast til þess að við getum náð saman það að setjast við þetta borð þannig að við náum fram einhverjum áföngum í stjórnarskrárbreytingum á þessu kjörtímabili, kynnum þá áfanga með reglubundnum hætti hér á vettvangi þingsins og tryggjum að auki sem mest samráð við almenning á meðan á þessu ferli stendur, bæði með því að nýta þær aðferðir sem við þekkjum sem hafa verið nýttar til að efla beint lýðræði á borð við rökræðukannanir og annað slíkt, en líka kannski með hefðbundnari aðferðum á borð við einfaldlega opnum fundum og opnu samráði í gegnum netið.